Við Suðurgötuna á Siglufirði stendur rakarastofan Hrímnir þar sem rakarinn Jón Hrólfur Baldursson ræður ríkjum. Það var fyrir nokkrum árum sem Hrólfur ákvað að flytja aftur til Siglufjarðar með fjölskylduna eftir 17 ár í höfuðborginni og opna gamaldags rakarastofu í heimabænum, en á þeim tíma var engin slík stofa starfrækt á staðnum. Óhætt að segja að stofan hafi sett sinn svip á bæjarlífið, enda hún hálfgerð félagsmiðstöð og ansi margir karlmenn sem koma við á hverjum degi, ýmist til að fá klippingu, rekstur eða bara til að fá sér kaffi og spjalla lífið og tilveruna. Ég fæddur og uppalinn hérna og það bara þetta típiska, maður fer svo suður í skóla og vinnur þar og sett upp stofu fyrir sunnan sem ennþá í rekstri reyndar sko, ég seldi hana. Og svo kem ég hérna, er ég fyrir sunnan í 17 ár, minnum mig að hétta sig á eitthvað sirka 17 ár. Kem svo aftur heim 2013. Hvers vegna? Heimþrá, fjölskyldan, ég á lítil börn og svolítið stór partur af því að koma heim aftur er að börnin mín fá að kynnast sko ömmu og afa betur. Ég fikk að kynnast ömmu minni mjög vel, þannig að það er svolítið mikill partur af þessu. Þetta gengur bara ágætlega, en þetta er náttúrulega ekki alveg sko, ég næ ekki að hafa þetta alveg sko 100% vinnu eins og staðan er í dag sko, en þetta er svona vaxandi og ég á náttúrulega. Og það sem er eiginlega að redda, þú veist, stofu eins og þessari hérna á Sigló er það, þú veist, að ég fæ svo mikið af viðskiptavinnu frá Ólafsfirði líka, sko. Það er, og sko, við sækjum náttúrulega þangað ákveðna þjónustu og þú veist, þetta vinnur saman að því leyti, sko. Það er rosalega gott, en þú veist, en þetta er svona, þetta smá mjallast svona upp á við, sko. Það hefur greinilega verið þörf fyrir stofu eins og þessa, því að það var engin eins og þessi hérna áður eða nokkuð? Nei, það voru tvær hérna voru og eru í dag tvær hárgreiðsludömmur líka og en ég sé náttúrulega aðalega og eiginlega bara kalladeildina eins og kannski svona það er svona öðruvísi stemming sko, það er meira rifi kjaft og svona eitthvað djók sko. Já. Og sér að það er mikið líf hérna og svona stríður straumur kalla sem koma hérna inn og út, þetta er náttúrulega bara félagsmiðstöð. Já, þeir finna það hjá mér sem þeir geta ekki fundið annars staðar. Hversu oft kemur þú hingað? Ég kem hérna daglega. Gera hvað? Ég er bara til að brjóta mig niður. Ég er svona klukkutíma hérna og síðan fer ég út til að byggja mig upp aftur. Við köllum að Soffíu frængu. Það kemur á bussun sveigjar hérna yfir gólfið og röflar og töðar. Já, ég er svona í uppvaski og svona sko. Það er mjög gott að koma hérna og þetta er svokallaður kallaklúbbur til ég. Og komi ein og ein hérna, það fer nú eftir hvað hún er falleg sem fara inn. En hérna, það er mjög gaman að koma hérna og byrja hérna. Ég byrja nú ekki hérna sko, svo sem en ég kem alltaf við. Og hvað er rætt? Það er bara ýmislegt maður. Við förum alla flóruna maður. Bæjarpólitíkin og knattspyrna og trúna og stundum er spjallað mat. Það er svona áhugamál okkar hérna margra sem koma. Ég sagði á Facebook-síðunni að það er talað að sko, það sem metnaðurinn í klippingum er algjört aukaatriði eða eitthvað í þá áttina. Hvað er aðalatrið? Það er bara peningurinn. Það er bara... Nei, þetta er náttúrulega bara djók, þetta er bara veist, eins og allt hérna inni. Þetta er eiginlega bara djók og gaman. Maður reynir svona að vanda sig við allavega þessu með doktorfilklippinguna. Mér finnst hún skemmtilegust. Já, skallinn? Já. Það er auðveldast svona að eiga við það. Já. Mest á hún að græða ef maður er snöggur, sko. Já. Hvað eru flóknustu klippingarnar? Dömu klippingar, annars... Koma einhverja dömur hingað? Nei, þess vegna tek ég það ekki. Það eru flóknustu klippingarnar. Það er enga klippingar flóknar þannig séð. Það er svona ekki þannig, sko. En reksturinn og skeggsnýrtingin er alltaf stór hluti af þessu líka. Eru mennirnir kröfuharðir þegar kemur að skegginu? Kröfuharðir, þeir eru svona... þeir vita oft hvað þeir vilja. Og já, að vissu leyti eru kröfuharðir, sko. En ekkert þannig. Þeir svona vilja bara hafa þetta snyrtilegt og hafa þetta í lagi. Útlit stofunar er ansi skemmtilegt og er þar að finna gamla muni úr ýmsum áttum sem Hrólfur hefur safnað að sér í gegnum árin. Þetta er bara ég. Bara gömul sál og er hrifinn af þessu gamla dóti og
Já, þetta er eiginlega bara, basically bara, svona er ég. Varst alltaf að safna hlutum? Já, öllu svona, og þú veist, eins og kannski sér hérna, þú veist, ég er með Coca-Cola safn og ég er með Rakara safn og ég er með, þú veist, það er náttúrulega kannski athyglisbresturinn að drepa mér handa, sko, en þú veist, ég bara er út allt í þessu, þú veist, ég bara, ef það er gamalt, þá er eiginlega bara, þá fíla ég það eiginlega bara. Þannig að eins og megnið af kúnnunum sem komið hérna. Og svo ertu með, skemmtilegt skilti í glugganum, sjampó-auglýsingu, reyna að segja mér eins og þeirri sög. Sjampó-auglýsingin, það eru 2 vinir mínir fyrir sunna, þeir höfðu einhver áhyggjur af því að ég var ekki að selja nóg á sjampói, þannig að þeir hentu þessari auglýsingu upp fyrir mig og ég er bara svo hrifinn af henni að ég er að spája að láta hana bara vera. Já. En það er svona sem að hluta til rétt við þeim, þeir kallar ekkert voða mikið að kaupa sér sjampó. Ég kem lite klippingu í leik. Jú, ég kem eins og segið, tvisvar á ári. Hvað er skemmtilegast við að koma hingað? Gaman, félagskap, alltaf. Hlæjandi, brandara, lífandi. Skiptir máli að hafa svona, hvað segir maður, félagsmiðstöð í bænum? Félagsmiðstöð aðru fyrir, það var annað fiskibúðin, en gamli búin að selja hann núna. Ég kom hérna félagsmiðstöð. Það var allir komið til Hrólfs? Já, núna er Hrólfur. Og er hann góður klippari? Já, hann er þokkalegur. Ég finnst það.